Komið sæl góðir hálsar, ég ætla að koma hérna með innlegg rafbundið ferli. Við ætlum að halda áfram í Sequential Applications og við ætlum að fara að skoða núna hvernig við vörpum í rauninni virknigröfunum yfir LAD-kóða eða Function Charts, sem það heitir nú á ensku. Ok, persónulega finnst mér best að skipta þessu svona í 4 flokka. Að við erum með eitthvað start og stopp, það er yfirleitt í öllu og þetta er ekkert nýtt fyrir okkur að við tökum upp hérna að við erum alltaf með eitthvað til að byrja ferlið, eitthvað sem heitir start, og yfirleitt erum við með eitthvað sem heitir svo stop, sem er normally close, og svo erum við með einhverja breytu hér og ég vil kalla þessa breytu run því að ég ætla mér að nota hana mikið í komandi skrefum sem við munum gera. Hann vantar á þetta sjálfheldu, run, svona. Ekkert nýtt hér á ferðinni, þetta er einungis til að ræsa eða stöðva búnaðinn sem við erum með. Við skulum halda áfram og það er kannski að fá myndina hérna inn, svona, að þetta hérna myndi þá vera byrjunarskrefið mitt, eða start eða stoppið, því ég ræsi búnaðinn. Svo vantar eitthvað sem heitir í rauninni fyrsta þrepið okkar. Hvar verður fyrsta þrepið okkar og hvernig veit ég í rauninni þegar ég byrja búnaðinn í hvað þrepi ég fer. Þannig að við skulum búa til eitthvað hérna sem heitir þrep 1 og hugsum aðeins hvað ég vil gera þegar ég er búinn að keyra fyrsta þrepið. Hugsum aðeins hvað ég vil gera í fyrsta þrepinu. Ég vil keyra eitthvað sem heitir skref 1. Það skrifa þetta allt út. Skref 1. Og undir hvaða skilunum vil ég keyra skref 1? Ég vil allavega gera það þegar ég er með run á. Og hvenær vil ég, segjum að ég sé með, segjum að ég sé með 3-4 stig, 3-4 skref. Undir hvaða kringumstæðum vil ég keyra skref 1. Nú, ef að skref 1 er þegar í gangi, vil ég ekki keyra skref 1 aftur. Ef að skref 2 er í gangi, að þá vil ég heldur ekki geta kveikt á skref 1. Ef að skref 3 er í gangi, að þá vil ég heldur ekki geta keyrt skref 1 og svo framvegis. Og skoðum aðeins svona útganginn, skref 1. Í þessari aðferð er nánast alltaf notað set og reset útganga. Og ef þið þekkið þá ekki fyrir, að það skal ég aðeins spurningum að herma það bara, sjá. Svona, komin hérna í Automation Studio og ég ætla að herma í rauninni set útganginn og reyna þess að sína hvernig hann er frábrugðurinn venjulegum útgangi. En set útgangurinn er í rauninni alveg eins og á bara ISI-rásum, að ef að útgangur er í set, að þá er hann í set þangað til hann er resetaður. Þannig að ef að þessi hérna útgangur verður einhvern tíman high eða energized, eða ef maður fær afl einhvern tíman, að þá slekkur aldrei á honum aftur nema með reset skipun, sem er þá andstæðan á móti, set og reset. Og tökum þetta fyrir burtu og ég ætla að simulata þetta snöggast. Þessi útgangur hér er tengdur við þetta ljós hér. Þessi takki hér er væntanlega tengdur við þessa breytu hérna. Og eina sem á að gerast er að þegar ég kveiki á þessu takka þá vil ég virkja þennan takka hérna inni. Ég vil setja þennan output sem high sem kveiki það á þessu ljósi hérna. Þannig að ég virkja hann, ljósi kveiknar, en ég sleppi það helst samt sem áður áfram high. Og þið sjá það að snertan okkar hérna, hún er ekki einu sinni energized lengur, hún er ekki einu sinni high. Það skiptir ekki máli. Þessi hérna útgangur verður alltaf high, þangað til að ég resetta hann í rauninni. Og ég þarf að gera það með reset spólu, reset útgangi. Þannig að það skiptir engu. Þetta hérna myndi, samkvæmt þessu forriti hér, þessu litla forriti hér, og þá getum við aldrei slökkt á ljósinu eftir að við myndum
kveikja á PLC búnaðinum nema að taka úr sambandi sko. Þannig að við skulum henda inn í þetta reset coili. Svona. Eina sem ég er búinn að bæta í rásina þessi reset takki hér og þessi hérna setur útganginn high og þetta ljós tengt við útganginn og þessi hérna reset útgangur og hann í rauninni slekkur þá á honum. Þannig við skulum, nei, ég ætla að simulata þetta svona. Ég kveiki það á þessum gæja og skiptir ekki máli þó að ég kveiki aftur eða slekka á honum. Sjá það að það er búið að rjúfa strauminn hérna í þessu þrepi hér. Ljósið kveikt og eina leiðin mín til að slökka á honum að resetta hann aftur hérna. Sjá, og þá slökkar hann. Þannig að ef við erum með einhvern útgang tengdan við set, þá getum við aldrei slökkt á honum nema að við resettum hann aftur. Þannig að þessir tveir set og reset að þeir fylgjast alltaf að. Ef það er set í kóðunum, þá á alltaf vera reset í kóðunum og öfugt. Við skulum halda áfram með latatekninguna og þetta hér, þessi útgangur hér þá set. Þannig að fyrsta þrep mitt, ég vil auðvitað að run sé high, því að ég vil að ég fari ekki að skrifa 1 nema ég ræsi að búnaðinn sjálfsögðu. Ef ég er ekki þegar ég skrifi 1, þá held ég áfram. Ef ég er ekki skrifi 2, þá held ég áfram og svo framvegis. Þannig að hérna getum við definað í rauninni first step. Þannig að fyrsta þrep afsakið. Þetta er fyrsta þrep mitt í þessu runubundna ferli. Skoðum aðeins núna umskiptaskilyrðin fyrir næsta skref eða transition conditions og sjáum hvernig við myndum láta þau upp og takk eftir, ég er ekki að gera þetta dæmi, þetta er bara svona generalt að hérna erum við þá með transition conditions og þetta hérna er þá umskiptaskilyrðin fyrir í rauninni á milli skrefa. Þannig að áður en við hugsum logicana sem verður hérna til þess að við kveikjum á einhverjum útgöngum að hvað viljum við kveikja á? Við vitum að við erum einhver útganga á endanum og hérna erum við með eitthvað step segjum bara n, við erum með eitthvað step n. Ef við komum til dæmis úr skrefi 1 þá viljum við resetta því að við erum vantilega að fara í næsta þá. Þannig að við ætlum að resetta þrepi n og hvað ætlum við að gera í leiðinni? Við ætlum að setja næsta skref í rauninni. Þannig að þetta hérna er þá step n lit plus 1 og við ætlum að setja það. Þannig að undir hvaða kringumstæðum vil ég fara í þetta transition conditions? Ég vil auðvitað fara í því ef ég er í skrefi n og ekki bara ef ég er í skrefi n, ég vil líka fara í rauninni þetta transition condition eða umskiptaskilyrði ef ég er að fara út úr skrefinu mínu. Ef ég til dæmis staddur í þessu skrefi hér og ég er að fara út úr þessu skrefi þá verð ég að uppfylla einhver skilyrði sem eru hér. Og hvaða skilyrði eru það? Það geta verið bara, eins og við sagðum áðan, ég er bara að tala um eitthvað generalt, að hérna getur verið svona hérna er ég svo bara með eitthvað sem ég vil bara segja bara conditions. Þetta getur verið tímaliðin í dæminu sem við skoðum seinast eða einhver vikt á milli færibanda eða eitthvað, bara einhver skilyrði sem leyfa okkur að komast úr skrefinu sem við erum í og í næsta skref. Og hvað er næsta skref? Það er þetta bara skrefið sem við staddir í plus 1. Þannig að skref n plus 1 og svo koll á kolli. Þannig að það má eiginlega segja að við notum transition conditions eða umskipta skilyrðin, skrefin hérna á milli, til að stjórna keyslunni á skrefunum. Og eitt sem ég langar að benda á, áður en ég gleymi hérna, að start og stopp þrepið mitt, ef ég er með einhver skilyrði í því líka, eins og hér, hérna get ég verið með, þetta hefur við talað um áður, permissive eitthvað, nú veit ég ekkert hvort ég hafi verið að skrifa þetta rétt, og svo getum við verið með eitthvað sem heitir lockout. Og hvaða skilyrði eru þetta hér? Þetta getur verið einhver utanaðkomandi skilyrði, til dæmis að þetta getur verið einhver skilyrði frá lyklalæsingu, þetta getur verið skilyrði frá
einhverjum búnaði fyrr í ferlinu, kannski erum við með 2 færimatalínur sem eru að vinna saman og þegar fyrsta færimatalínan er búin að vinna þá virkjar hún næsta, þannig að þú getur ekki ræst næstu færimatalínu nema hinn sé búin og svo framvegis. Svo getur við verið með einhverja lockout conditions hér sem eru þá neyðarofar og svo framvegis. Og ég vil auðvitað hafa þetta bara hérna í einu þrepi hérna efst. Ég vil ekki þurfa að endurtaka þetta í hverju einasta skrefi. Ok, og höldum áfram. Og aðgerðir, þegar við færum aðgerðir frá virknigrafinu og yfir í ladder, að það er auðvitað auðvelt að útfæra. Við erum, hér koma þá physical útgangarnir. Skulum segja að þetta sé bara einhver mótor. Og þetta er ekki sett eða reset en þannig að því að við erum búin að búa til þau skilyrði fyrir. Þannig að undir hvað segjum sem svo að í skrefi 1 að þá vil ég kveikja á þessum mótor. Og hvaða skilyrði þarf ég þá að láta hérna fyrir? Jú, ég þarf auðvitað að láta skref 1, ekki satt. Einfalt. Og svo kannski myndi ég þurfa að láta hérna einhver skilyrði hérna ef einhver önnur skilyrði, einhver utanaðkomandi skilyrði. Þannig að þetta er svona general bara. Og þessu er best lýst bara með einhverju góðu sýnidæmi og ég er að spája að taka það bara í næsta vídeói eða þar næsta. Og við erum komin á tíma í þetta myndband, þannig að ég ætla að segja þetta gott hér.